Það lítur að vera gaman að fara inn í Verslunarmannahelgina vitandi það að þið eru að fara að spila í bikarúrslitum. Já, það er vissulega skemmtilega heldur en að vita að við vorum ekki að fara að spila bikarúrslitaleik, það er alveg hárrétt hjá þér, en við erum ekki að tapa okkur inn í gleði. Við erum komnir þangað sem við ætluðum okkur, en eigum eftir að taka stærsta skrefið í því og það er að vinna sjálfan úrslitaleikinn. Í stoltur af strákunum, flott spilumennska inn í dag? Jú, mjög flott. Ég er reyndar alltaf stoltur af þeim, en jú, þeir voru mjög flottir í dag og við fórum í ákveðna vinnu eftir það sem við lendum í hérna á mánudaginn þegar Breiðablik kom hérna og lagði rútunum á markið okkur. Og fórum hvernig við ætluðum að bregðast í því að við lendum í því aftur og mér fannst við gera það mjög vel í dag og þá fórum við út í breiddina, fengum fyrirgjafir og í fyrri hálfleik þá reyndar eigum ekki nema 3 fyrirgjafir en úr þeim koma 2 mörk. Menn hafa mikið verið að veltaði fyrir sig hvernig framlínan á að vera hjá okkur og Hólbert byrjaði fram í dag og skora 2, ánægður með það? Já, ekki nokkuð spurning. Steini kom inn á og stóð sig vel, Garri kemur inn á og var fínn og Almar var út í hægra megin. Það er allt saman góðir leikmenn, Sören kemur inn á og stóð sig líka vel, þannig að hópurinn hjá okkur er þéttur og góður og við reynum að velja bara besta liðið hverju sinni fyrir hvern einasta leik og í dag var þetta okkar mati þjálfarana besta liðið og þess vegna stiltum við því. Gerðu þér alveg 7 breytingar náttúrulega frá Blikaleiknum, þú varst alls ekki nú ánægður með þann leik? Jú, það er kannski ekki það. Við erum búin að spila 9 leiki núna á 28 dögum meðan að Breiðablik sem spilaði hérna á mánudaginn spilaði 3. Jú, IBVF er búið að spila 5 en við erum að spila 9 á sama tímabili þannig að það þarf einfallega að rótira. Jónas Guðni, það voru erfitt fyrir hann að spila þennan leik einfallega því að leikurinn var á mánudaginn. Það var ekki hægt að færa þennan leik yfir á morgundaginn þannig að það er ekkert verið að reyna að hjálpa okkur heldur til þess að menn geti spilað þannig að við erum ég ætla ekki að segja nauðbeðir en við þurfum að rótira liðinu fyrir að spila það svona þétt. Þú voru töluveri léttir á fyrsta markinu því svona kannski gátu farið stjórnarleiknum eftir það betur? Já, mér fannst við stjórnum bara eiginlega frá byrjun. Já. Og jú, það var gott að fá fyrsta markið, það var alltaf gott að fá mörk en við vorum alveg rólegir og við byggumst reyndar við því að þetta yrði töluvert þolinmæðis vinna. Átti IBVF ekki fá rautt spjald í því? Já, það var allavega mjög harkalegt brotið en hann er alveg vonið í þessu og metur að hann sé að reyna að sparka í boltan en ég held að það sé villast, já. Stefán Logi, hann er ekki með, er þetta meiðslin tengslu við það sem gerist með Jonathan Glenn? Já, hann fekk högg á legginn og hnéð í þeim leik og var ekki klár í þennan leik en vonandi verður hann klár í næstu viku. Já, hann á sér fram á að þetta sé ekkert alvarlegra það en hann getur verið með til helgi. Já, við vonum það, við náttúrulega veitum ekki alveg hversu þetta lengi er að fara í gegnum líkamann hjá honum en við vonum það að hann verði klár á miðvikudaginn. Úrslitaleikur